Innviðasjóður opinn samkeppnissjóður sem starfar samkvæmt lögum opinberan stuðning við vísindarannsóknir. Hlutverk sjóðsins að styðja við uppbyggingu rannsóknarinnviða á vegvísi. Rannsóknarinnviðir falla undir innviðasjóð og njóta verkefni á vegvísi forgang við úthlutun styrkja. Á vegvísi tilgreindir viðamiklir innviðir og innviðakjarnar sem uppfylla kröfur að styðja við gæði í rannsóknum og samræmist áherslum vísinda- og tækniráðs. Með því að skilgreina slíka kjarna og huga að uppbyggingu til framtíðar markmiðið að sækja fram og auka nýtingu og áhrif þeirra rannsóknarinnviða sem byggðir upp með styrkjum frá Innviðasjóði. Árið 2021 eftir samtal stjórnar Innviðasjóðs og vísindasamfélagsins var fyrsti vegvísir rannsóknarinnviði á Íslandi gefinn út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu í samvinnu við stjórn Innviðasjóðs og Rannís. Þau 6 verkefni sem valin voru á vegvísinu eftirfarandi: efnagreining frá frumefnum til lífsameinda, efnavísinda og efnaverkfræðisetur, EPOS Ísland eða European Plate Observing System, frá sameindum til sniðlækninga, heildstæð aðstæða fyrir nútíma lífvísindi, íslenski rafrænir innviðir og miðstöð stafrænna hugvísinda og lista. Miðstöð stafrænna hugvísinda og lista innviðakjarni sem samstarfsvettvangur helstu háskóla landsins og stofnana sem fást við hugvísindi og listir. Og þarna sem sagt að ræða innviðakjarna þar sem unnið með gögn sem að tengjast bæði tungumálum, sögu og listum. Hlutverk þessa innviðakjarna sem sagt að leiða saman einstaklinga sem fást við þessar rannsóknir. Og þetta mun með tíð og tíma gera stafræn gögn í hugvísindum og listum aðgengilegri, bæði fyrir rannsakendur, nemendur og fyrir allan almenning. Innviðasjóður kallar eftir umsóknum einu sinni á ári að hausti. Auk styrkja til vegvísaverkefna þá veitir sjóðurinn styrki til kaupa, uppbyggingar eða meiriháttar viðgerða á tækjum, gagnagrunnum, hugbúnaði og öðrum þeim búnaði sem telst mikilvægur fyrir framfarir í rannsóknum á Íslandi.